sæl og velkomin á Íslenska rockbarinn. Má heyri ykkur? Fyrir ykkur sem vita ekki, þá eru mætt á roast á Rökkva Vésteinsinni, eða eins og það heitir oftast, bara venjulegt kvöld með á Grínista. Við erum bara í kvöld þar að heyra það sem við segjum hann. Ég veit ekki þannig. Já, ég verð með nótur, það heitir ekki launagigg, þannig að ég tek með þeim leyfi. Það verða ljótir hlutir staðir í kvöld, en þú veist, þið bara takið easy, skilurðu, við erum öll vinir, semi. Ég held að þau fjögur séu svona einu grínistar í íslenska uppistandsteyminum sem ég hata ekki. Og það er vegna þess að fyrir utan greip þá séu þau svona einu svona hálfsársfresti. Það er ekkert annað. En annars þannig að þú veist, bara verið mín eins og við, hlægið, ekki sleppa að hlægja þegar eitthvað, þú veist, við viljum ekki þögn, við viljum ekki að sé eins og venjulegt gigg með Rökkva. Bæði áður en ég kynni roastarana á Rökkva, þá vil ég fara yfir þá sem beilu, sem eins og sjáðu voru nokkrir. Meðal annars á beilaði Geir Ólafs, sem held í fyrst skipti sem Geir Ólafs hefur sagt nei við einhverju á ævi sinni. Fyrir utan þegar einhver bauð hæfileika. Ég ætlaði fyrst að beila líka, vegna þess að ég held ég verið að koma með svona, hvað heitir það, svona sjálfsvirðingu. En svo var ekki. Ólafur Freyr beilaði, því miður. Ég ætla samt að segja ykkur söguna af því hvernig Ólafur kom inn í uppistand. Fyrir þá sem veit ekki hver Ólafur er, ég öfundi ykkur. Ólafur er grínið sem kom inn vegna þess að hann var að ríða fyrrverandi kærustuna minni. Við vorum ekki saman með það. Og hún spyr mig, hei, ég ríða gaur sem langar til að vera uppistandari. Hvernig verður hann þá? Ég segi, talaðu við Rökkva. Bæði af því það er, þú veist, ráðið mitt og líka bara það er fyndið brandari. Og nefnir hvað, hann kemur og byrjar og sökkar og heldur svo áfram að sökka í 2 ár og er ennþá haldandi áfram. Það fyndi, ég og fyrrverandi kærastan mín voru saman í 5 ár, hún gaf mér engan kynsjúkdóm, síðan hættum við saman og ég er fastur með Óla, bara... Marlon Pollock beilaði líka, sem þýðir að hann bókstaflega kaus að vera heim með 4 Asíubúum og unga barni að vera hérna. Það er mjög fínt. Asíubúum, já. Þú veist hvað það er, svo sem kallaði. Gunnar Hrafn beilaði líka, fyrir þá sem ekki vita, viti hver Gunnar Hrafn er. Hann er grínisins skásinn fréttamaður, þannig að þegar hann er ekki að segja fréttir af bombum í Miðausturlöndum, þá var hann að bomba upp á sviði. Það er mjög fínt. Hann vann, ég tók þátt í Finnlandsmaður Íslands, hann líka. Og þá vann hann, sem er alltaf mjög gaman þegar maður heyrir fréttir af, þú veist, Boko Haram, þá er hann, þessi vann. En já, þá skulum við byrja þetta. Nógum fólki sem mætti ekki og komið að fólkinu sem mætti, meðal annars Rökkvi. Og hvað er hægt að segja Rökkva sem að Rökkvi hefur ekki sagt sjálfa sig? Það er mjög fátt. Það er enginn eins stoltur á sínum eigin ferli á þess að gert eins lítið. Fyrir þá sem ekki vita, þá semst hann Rökkvi grínisti. Engar ákveð sem heldur ekki. Hann vinnur á Út af sögu. Þannig að ef þið verið mjög full og viljið tala hvað er hati múslima, hann er hérna. Hann er í þætti sem er milli 17 og 18 Út af sögu, sem er mjög slæmum tíma Út af sögu því það er akkurat klukkutími milli þess að vinnudagurinn endar og ríkið lokar. Eða væri slæmur tími ef fólk sem hlusta Út af sögu væri með vinnu. En svo er ekki. Rökkvi, hann er samt fyrst og fremst, hann er uppistandari.
og hann búinn að vera í þessum uppistöðsbransa í meira en 10 ár og hefur fengið það bil 3 hlátra í gegnum þessu 10 ár, sem mjög fínt. Ég man ekki hvort að þið hafa kannski lesað í fréttum, en fyrir svona ári síðan þá lauk hann ákveðnu ferli í lífinu sínu, þar sem að hann í 2 ár þá tók hann allt sem hann safnaði saman, allt sem hann fénaði á upplýsingageikunum sínum og gaf til góðgerðarmála, sem voru á þessum 2 árum 3.000 skall eða eitthvað. Það var að hafa bókstaflega þannig að hann gæti safna flöskum og fengi meiri pening. Þetta var það sem það gerði. En það er góða við Rökkva, skilur. Hann er ekki sjálfsögur, hann er gaurinn sem hugsar, ég vil ekkert vera eini gaurinn í Íslandi sem var ekki borgað fyrir uppistand. Ég vil safna með fleira fólki sem var ekki borgað fyrir uppistand. Og hér erum við mætt, einhver af þeim. Þau sem ekki búin að brenna brúna hjá honum, ennþá. Ég ætla að kynna fyrsta rósara kvöldsins. Þetta er Helgi. Helgi er hér vegna þess að Andri Ívar sagði nei. Hann er samt fyrst og fremst vegna þess að hann hefur verið bannaður á öllum öðrum skemmtistöðum fyrir Facebook-statusum sína. Fyrir þá sem ekki vita þá var hann bannaður á Bar 11 vegna þess að hann gerði status þar sem hann bað fólk að sniðganga Bar 11 sem að heilbrigðiseftirlitið hefur gert í nokkur ár. En gefið gott klapp, Helgi! Takk fyrir. Ég verði að viðurkenna, sko, ég var ekki búinn að undirbúa neitt efni fyrir þetta kvöld. Ég hélt að þetta grillkvöld yrði svolítið öðruvísi. Ég kom ekki mér inn á brandarinn, ég kom hins vegar með stóran tein og póka af kolum. Enginn? Ok. Máttir hérna. Nei, ég bara grínast. En ef þetta hefði verið svoleiðis grillkvöld, þá hefði alveg útskýrt af hverju Jón Víðis var svona ákafur að koma hingað í kvöld. Kjöt er kjöt! En ég kynntist Rökkva fyrst á tilrauna uppistandskvöldi í Hveragerði. Það var í fyrsta skipti sem ég kom fram í uppistand og það hló enginn allt kvöldið. Mjög gaman. Svona eins og þetta kvöld hér. En Rökkvi var reyndar ekkert mikið að bæta úr því eitthvað. Það var samt alveg mjög góð mæting. Það var alveg, þú veist, hálfur bærinn mættur eitthvað, alveg 4 mann sko. Það var svakalegt. En grínstíll Rökkva, hann byggir svolítið á því að ef þú segir hlutina nógu helviti oft, þá hljóta þeir að verða á endanum fyndnir, sko. Þú veist, ég meina, hann er ennþá að nota sömu brandarana, hann var að nota þetta kvöldi í Hveragerði fyrir 2,5 ári síðan. Hann meira að segja kom fram í afmæli hjá frænda mínum fyrir svona 6 árum síðan og þá var hann enn með sama stöffið, sko. Og ég er svona farin að kunna þetta utanbókar og þegar ég og vinir mínir mætum að uppistönd með Rökkva þá er alltaf svona einn ákveðinn tímapunktur kvöldsins þar sem við lítum á hvern annan með svona skelfingarsvip að því við vitum æ, fokk, nú er Rökkva að fara að sýna okkur rassinn á sér. Þú veist, ég veit ekki hvað er málið með þessa sýniþörf hjá honum Rökkva. Ég held sko ef að Sigmund Freud myndi sjá til hans, hann myndi að segja að það var augljóst að þessi einstaklingur hefði ekki lokið við fermistigið í æsku. En enginn Freud hér, ok, frábært. Ég er heimspekinemi sko. Það er engin afsökun. En Rökkvi, ef þú vilt endilega vera svona stöðugt að sýna rassinn á þig, þá mættur endilega, þú veist, kannski svona raka hann af og til eða svona punta hann eitthvað upp, sko. En passa samt að raka ekki yfir þessa 3 fæðingarbletti hérna á vinstri rasskinninu á þér. Já, ég hef séð rassinn hans nú oft til að vita hvar fæðingarblettirnir eru á honum. En Rökkvi lét mig vita í gær að mér væri búið að vera þetta, þannig að ég er ekki alveg búinn að leggja þetta á minn. Já, þess að þegar af því að Rökkvi er alltaf með sömu brandarana, en það kemur samt alveg ótrúlegst en satt fyrir að hann sjálfur fái leiða þeim. Þannig að þegar hann fær leið á bröndunum sínum, þá gerir hann ekki eins og allir aðrir grínistar gera og skrifa nýja brandara, heldur fer hann að segja áhorfendum frá YouTube-myndböndum sem hann hefur séð. Og þú veist,
ef ég þarf að hlusta á Rökkva Vésteinsson og segja "Ítu þetta bú-bú" í eitt skipti enn, þá veit ekki hvort ég hengi fyrir mig eða hann, þú veist. Þetta fucking óþolandi. En ég samt skil ekki sko, af hverju, þú veist, ef Rökkvi stöðugt að vera að standa í því að að reyna, þú veist, að semja einhverja brandara og sýna sér rassinn og vera svona fyndinn uppistandari, sko. Af hverju notfærir hann sig aldrei það langfyndnasta við Rökkva, sem augabrúnin á honum. Já, augabrún í eintölu, sko. Og ég get svo svarið þér Rökkvi, ef þú myndir einhvern að fara upp á svið og bara beina stækkunargleri eða ennina þér, fólk myndi veltast af hlátri, sko. Þetta væri bara það fyndnasta sitt í heiminum, sko. En það þó ekkert á því þetta neckbeard hjá honum Sigurður Antoni, þú veist. Ég meina í alvörunni, þú veist, það vantar bara á því fedora hatt og eintaka af The God Delusion eftir Richard Dawkins og þú verður bara vafandi í kvenfólki. En skeggi á henni Perlu, það þetta alveg... Ég öfunda hana, sko. En það svona sama hvað maður segir Rökkva Vésteinsson. Þá verður maður samt að gera sér grein fyrir því að þessi maður með gullhjarta og alveg svona frábæri hluti sem hann gerði. Hann safnaði pening fyrir barnaspítalann og síðan eitt sem mér finnst alveg ylja mér hjartareitur og hann leyfði þroskaheftum einstaklingi að vera hér með okkur upp á sviði. Greipur, hvernig hefur það? Já, á ég að koma með svala eða litabók bara? Ég býð bara eftir mínu tækifæri. Mér líður illa verið að segja hérna brandara af því hann svo sannur. En ég ætla bara að enda þetta af því að þetta er kvöldið hans Rökkva, þetta er tileinkað honum og mér langar að enda þetta á hans eigin orðum sem eru Let's get ready for disappointment! Takk fyrir mig! Ég er ekki sanngjarn þegar fólk segir að Rökkvi sé alltaf með sömu brandarana. Þegar ég sá henni fyrsta skipti fyrir 2 árum, þá var hann með brandara sem heit Róland. Það sem þið hafi séð greinilega. Það sem hann niðurlagði sjálfa sig með frumleikaði. En svo fyrir svona ári, þá fann hann upp tricks þar sem hann tottar tippið á sér upp á sviði. Ég er ekki að djóka og það basically þannig að hann niðurlagði sjálfa sig og 2 hjálparmenn úr salnum. Þannig að það er glænýtt tricks. Næsti grínisti sem ætlar að rósta Rökkva, það hann Greipur sem við elskum öll vegna þess að okkur var kennt í grunnskóla. Hann mjög yndislegur, hann gengur alltaf en sönnsaga, hann gengur alltaf með og þegar ég segi sönnsaga það því ég búið ykkur, hún er ekki fyndin. Hann gengur alltaf með bakpoka og það er allt í þessum bakpoka, allt. Og daginn þá var ég með eitthvað fast í tönnu og ég þurfti tannstöng og við vorum að fara að spila á einhvers stað, eða koma fram á einhvers stað. Og ég var að leita allt á barnum og eitthvað svona hvort fólk ætti tannstöngla. Sem fer ég að Greip og í svona djóki eitthvað, hei Greipur, ekkert með tannstöngli í þessum bakpoka. Og hann eitthvað, jú, og tekur fram 3 tegundir af tannstönglu. Og spyrir, hvernig viltu? Ég tók það mjúka, skilur, ég fíla svo leiðis. En við skulum gefa okkur klapp, Greipur! Mig langaði að hafa þetta niðurdrepandi og langdreið svo ég geti lappað upp á Rökkva og sagt Now you know how it feels. Gunnar Hrafn Jónsson, ég veit ekkert hver þú ert. Og mér er alveg sama, bara grín, gaman að kynnast þér kúkalabbi. Hann er ekki hér. Einar Einstæki með okkur. Ó, þú eldist þess hundur. Sindri Thunderbird, hann kom ekki hérna. Ég hafði þekkt hann í meira en ár og ég hafði aldrei pælt í að hann hét Thunderbird.
Það ætti að segja manni hversu furðulegur hann er. Maður pælir ekki einu sinni í því, en já. Og hann... Hæ? Hann að Vesta. Alveg rétt. Ég átti rættanafn, já. Já. Hóstinn sjálfur Sigurður Anton, leikstjóri myndarinnar Webcam. Þetta var nú góð mynd hjá þér. Manstu kynlífsatriði þar sem sást í brjóst á konu og tippi? Þvílík mynd. Tony. Já. Þetta er sami brandar áðan. Afsakið. Manstu með tippið, nema ég núna skrifaði rosa mynd, en það er ekkert syndana. Engar áhyggjur gott fólk er að koma röpa. Samkvæmt nýjustu rannsókn stjörnumerkja á fólk. Samkvæmt nýjustu rannsókn stjörnumerkja á fólk með sama afmælisdag að tengja sérstaklega náið kynferðislega og stunda mun betra kynlíf saman en með öðrum. Þetta er vegna fyrirbæris sem vísindamenn kalla Romeo Star Pool. Allavega, er einhver hér sem afmæli sama dag og ég, 27. apríl? Ég var eiginlega að treysta á að Ólafur myndi koma hérna kærastar á sig sama dag, sko. Ólafur er ódýr útgáfa Joe Rogan. Verra uppistand, sagði það rétt orð? Síðri bardagamaður og með leiðinlegri þátt. Og Joe Rogan er þáttastjórnandi Fear Factor. Allavega, Ólafur Freyr hljómar alltaf eins og hann sé að detta fram af kletti. Ég geti bara ekki heyrt það því hann er ekki hérna. Hann er mér er svo að þegar hann talar inn á skjáulýsingar, þá talar hann svona, ég veit ekki af hverju. Helgi. Ó, hórklessur. Þetta er þú. Ég hélt að þetta væri Kína Helgi. Hvað eru það eiginlega margir? Jafn margir og helgarnar síðan 1905. Allavega, þetta er það sem ég ætla að segja við Kína Helga. Það verður bara að duga, eins og þú. Kína Helgi sofnaði flugvélinni frá Kína og vaknaði með kvöldbónir. Kína Helgi. Nei Helgi. Nei, ekki. Jéi, Rökkvi samt einu sinni brandara. Munurinn á uppistandi Rökkva og standpínu er sláandi. Munurinn á uppistandi Rökkva með og án standpínu er sláandi. Nei, munnurinn á mömmu hans Rökkva er kringum standpínu, stundum. Frekar lágt. Og by the way, fólk, þetta er að fara að vera svo fucking fyndið. Veitu, hvert er komin? Já. Rökkvi er maðurinn sem er á undan þér í röð þegar þú ert á hraðferð og hann biður nótum með kennitölu. Rökkvi var ungbarna sundkennari í fyrsta blauta draumnum sínum. Ég horfði á heimildarmyndina, leiðinlegi rafmorðinginn. Aðalpersonan er alveg eins og Rökkvi, nema Rökkvi er ekki morðingi. Dætur hans Rökkva eru 4 og 6. 4 + 14 = 18. 6 + 12 = 18. 2028 og 2032. Ef einhverju verið áhuga. Þetta er að vera lögriða, skiljiði. Og mikið. Konan hans Rökkva.
er náskyldur afkomandi Hitlers. Djók, en hún er frá Þýskalandi sem útskýrir af hverju henni finnst Rökkvi heillandi. Og líka hún kann ekki íslensku, já. Þegar venjulegir Íslendingar, eins og Helgi, já, ég glemdi að segja brandarinn að allir væru, slemm með þessu. Þegar venjulegir Íslendingar fá sér kríu, leggjast þeir yfirleitt í rúmið sitt, jafnvel sófa. Þegar Rökkvi fær sér kríu, lýgur hann að konu sinni að Íslendingar borða kríur og hann hafi keypt hana í Hagkaup fyrir pening sem hann fékk fyrir uppistand. Rökkvi er eini maðurinn í heiminum sem ruglar saman uppistandi og hagar sér eins og forfallakennari í grunnskóla. Alvöru frétt, tippalingar í glímu. Glímufélagarnir í glímufélagi Hafnarfjarðar þurftu að æfa sig í óviðeigandi fatnaði þar sem prakkari hafði klippt gat á alla búningana hjá tippinu. Skæri fundust í æfingatöskunni hans Rökkva. Geitastaðir eða geitaskarð? Nei, nú man ég. Staðaskarð. Þetta er bara brandari. Hugsaði að fara í taugarnar á Rökkva. Jesús, ok. Rökkvi og fjölskylda fóru í ísbíltúr. Hálfviti sem hann er. Á vittlausan vegarhelming fer, þetta rímar frábært, rétt nær að segja framhjá mótlægum strætisvagni. Svo heyrðust 3 skræk píkuöskur, en konan sagði bara Autobussen scheiße. Svo 3 skræku öskurinn kom úr dætrum hans 2 sem er skrítið því þau voru sofandi. Sem er ekki skrítið því Rökkvi var að hlusta útvarpsþáttinn sinn. Ef Tom Hanks hefði víxlað persónum í myndunum Castaway og Forrest Gump væru báðar mynda verri. En Forrest Gump sem einmanna strandaglópur í 3 ár myndi örugglega líkast Rökkva. Rökkvi er svo leiðilegur. Rökkvi er svo leiðilegur að starfsgreinin hans er kaldhæðnin. Nún erum við búin að ríða 4 sinnum. Er eitthvað sem Rökkvi myndi segja? Veitu þið hvað þetta hérna er? Skemmtilegur Rökkvi! Það var bara eitt. Fyrsta uppstand við það, ætlaði eitthvað að fara að miða fyrir það. Stendur hann ekki að inni? Inn á baðinu, horfir hún á mig. Það gera númer 1 eða 2. Ætlaði að fara að pissa. Já. Það henda mér ágætlega að fara henni þá. Svo veit ég ekki úr hvaða gat þessi hljóð fór að koma. Það var ekki að kúka, sko, þetta var bara eitthvað furðulegt. Það mér langaði bara að enda þetta á svona leiðilega nátt og svona bara, þú veist, að því. Þetta er þú veist að þetta er þitt eitthvað. Nei, ég er að grínast, ég þakka það rúkislega fyrir öll tækifærin og þetta var gegga gaman. Takk fyrir að bæði. Þið voru að vera vitni af því að í fyrsta skipti þakka ykkur Rökkva fyrir tækifærin. Ekki venjast í. Eins og þið líklegast eruð búin að reikna út frá stærðfræði, þá erum við að fara detta í hlé, þannig að við sjáumst eftir svona 5-10 mínútur. Takk fyrir. Halló aftur. Ég er beðið róstara að koma upp á svið. Enn og aftur eftir hlé. Ég kalla okkur grillmeistarar. Grillmeistarar? Nei, ekki nei. Ég pröfaði það. Aldrei aftur. Ok, við erum tæknilega ekki byrjuð. Þannig ég ætla að segja... Máttu ekki rekord samt þetta? Ok, byrja að rekorda.
Ég vil helst ekki fá þennan brandara á tape. Og segð. Ég ætla að segja... Segðan. Ég ætla að segja að Rökkvi hættur í dagvinnu. Þess vegna mætti hann hérna því hann held að það er alveg grill. Við skulum gleyma þessu og við bara halda... Já, það er mættir. Ok. Eins og þið kannski heyrðu hjá okkur þá mætti Gunnar Hrafn ekki. Vegna þess að hann er fáviti. Og í staðinn er komin kona að nafni Perla. Og venjulega þá var ég, ég væri búinn að skrifa eitthvað hana. En ég hef ekkert vegna þess að hún kom bara 2 mínútur fyrir sýningu. Þannig að hún heitir Perla og hún er stundum fyndin, samt ekki. Þér fyrst að tala? Já, ég mætti bara, ég ætlaði í raun ekkert að vera með uppistand en bara að grilla Rökkva, ég stóðst ekki mátið. Það er eitthvað sem allir uppistandrar hafa ábyggilega bara svona oh my god, já! Segja eitthvað slæmt Rökkva og vera ekki skammar, fokk já! Já, ég hvar getur maður byrjað? Þegar ég byrjaði í uppistandið fyrir 2-3 árum, eitthvað svoleiðis, og byrjaði með hitti Rökkva þarna fyrst, þá gæti ég svo svara, ég hafði séð hann einhvers staðar áður. Ég bara, fokk, þú veist, það var alveg að naga mig. Allir vinir mínir sýndu mér hinn á þessi myndbönd með honum, þú veist, kartöflu, skemman og Borat og allt það. Glímumyndböndin hans, hann og Geir Ólafs. Ég nei, ég þekkti ekkert á þessum myndböndum. Svo einhvern tíma var ég með mínum fyrirrandi upp í rúmi og hann kveikti á þýsku bóndaklámi og ég bara svona AHA! Hlaut að vera. Nei, ég náði ekki að klára að horfa á þetta glímumyndband hjá þér og Geir Ólafs af því að basically þetta var þannig að þetta leit út eins og væg útgáfa af kynlífi hjá mér. Það var minna blóð en annars þá var þetta nákvæmlega eins því að þú bara grípur þarna í Geir Ólafs og bara komdu, leggst niður og glennir þig. Alveg, take me. Og má ég spyrja það einu, hvenær ætlar að klára mútur? Því það væri mjög fínt. Er virkilega engin, þú veist, var þetta heyrnarskert manneskja sem að réði þig hjútvarpssögu? Þú finnst útvarpsþátt, ég meina það er vitamála og fáir ekki sjónvarpsþátt. En þú fékkst ekki útvarpsþátt? Merkilegur andskoti. En svo er það svo fyndið, ég minna, það heyra allir hvernig Rökkvi hljómar. Hann er svona eins og þessi krakki sem allir þekktu sem þessi krakki sem var þroskaskertur og gerði allar þessar raddir og enginn þoldi en héngu í kringum hana því að vorkenndi honum. Þetta er hann, uppvaxinn. Það og já, Greipur. Greipur. Þú varst ógeðslega fyndin, ég man ekki orða því sem þú sagðir en í hver skipti sem þú hlóst og hló ég. Þannig er það alltaf, þú og allir hlæja, alveg æðislegt. Og ég minna, sko Rökkvi, það er eitt sem ég verði eiginlega að segja. Þú ert búinn að klúðra öllu í þínu lífi. Ég meina það eina sem þú ert búinn að gera rétt. Þú lítur út fyrir að eiga í þýsku bóndaklámi. Þú talar þýsku, þannig að þú getur það alveg. Þú ert ógeðslega creepy, þú ert ekki fyndin, en þú giftist þýskri konu. Þú gerðir einn hlut rétt. Einn hlut. Núna þarftu bara að flytja til Þýskalands og fá þig bóndabæ. Það verður auðveldara fyrir það að sofna á næturnar, getur talið hjásvæðurnar. Ég vildi óska þess að ég gæti gert grín að hinum en ég bara, þú veist, fylgist aldrei með uppistandana þeirra þannig ég veit ekki eins og hvort þú sé fyndin. Venjulega þá er ég með tónlist í eyrunum eða betra uppistand bara til að geta hlegið. Sérstaklega þegar tónur upp á sviði.
Ég meina, ég ætlaði að horfa á myndina hérna, webcam, googlaði hana, ætlaði bara að torrenta hana, þú veist, ég nýs. En, þú veist, það eina sem ég fann voru bara klámmyndir og honestly það leit betur út. No offense. Ég, með svona stuttan fyrirvara þá náttúrulega man ég ekki alveg allt efni mitt. Ég meina, ég hafði bókstaflega 2-3 mínútur til að bara svona spóla upp, ok, rökkva, róstan. Það er mikið. Maður veit ekki hvað maður á að byrja. Heilin á mig fór bara á fullt og þetta er svona eins og slot machine. Bara ég set peninginn, dreg handfangið og hugsunum að fara af stað og svo stoppar þetta og ég segi það sem ég sé. Sem að í þessu tilfelli er nákvæmlega ekki neitt. Því að honestly, hvað get ég sagt sem er ekki búið að segja þig núna í kvöld? Ég get sagt eitt. Þú ert fyndin. Takk fyrir. Það er margbúið að nefna eins og heyrið að Rökkva á þýska konu og þau hafa börn saman sem alveg, þú veist, 5 ára eða eitthvað, þau eru búin að vera endalaust lengi. Hún talar ekki orð, skilur ekki orð í íslensku, sem er skilandi, það er ekkert motivation fyrir hann að læra íslensku. Það er bara eymd hinum megin í íslensku. Dætur hans tala ekki eins íslensku, þær tala þýsku, mamma er bara eitthvað no. Næsti maður á sig og svo síðasti áður en að Rökkvi fær að hefna sín. Hann er töframaður, vonandi kominn til þess að galdra burt Rökkva. Stórna Ævari. Hann er síðasti gagnkynhneigði maður í heimi með yfirvaraskegg. Og þó hann kalli sig Jón Viðars töframaður, það er hann tæknilega ekki, hann er ekki viðurkennd töframaður vegna þess að hann fær að ríða. Gefið eitthvað að klapp, Jón Viðar! Já, ég er nú ekkert mikið fyrir að grilla en mér var boðið það því að Rökkvi vissi að ég myndi ekki segja nei. Hvað eru margir hérna sem sögðu já í fyrsta? Rökkvi byrjaði á útvarpsþættinum sínum daginn og fyrsti gestur. Ég sagði já. Á útvarpi sögu. En Rökkvi sagði líka að þetta að grilla og þetta væri pilsupartí, svo var perlubóði. Þetta er ennþá pilsupartí. Já, nákvæmlega. En ég er töframaður, ég var svona, þú veist, ég þarf ekki að nota þennan, en ég er oft búinn að prófa þetta virkar ekkert, ég næ ekki svona hátt. En ég ætlaði líka bara að vera næs í þessu grillpartíinu. Reyndar, ég var beðinn um eitt. Ég var beðinn um að láta Rökkva hverfa. En það var konan hans. Sorry Rökkvi mín. En ég kem svolítið í afmæli og þá, þetta er nú 30 ára afmæli, þannig ég var að hugsa að gera svona blöðrudýr fyrir því. En ég er nú búinn að vera með frá upphafi, ég held ég sé svo eini sem hefur verið með frá upphafi alveg. Og þetta byrjaði, ég veit ekki hvort þið vitið af því, en þetta byrjaði á Kaffi Haiti. Kaffi Haiti er lítill barinn í bæ og þar vorum við 3 kvöld og 3. kvöldið og þá kom maður frá Akranesi. Og það var ungur maður sem, það gerði þetta einn lítinn heimspekingur, það var ungur maður frá Akranesi og hann hafði það eina markmið að vera nógu dónalegur til þess að honum verið hent út. Og hann byrjaði, heyrði eitthvað í mér, ég heyrði bara í blöðunum. Hann byrjaði og hann var virkilega dónalegur, en honum var ekki hent út. Vegna þess að hann sló ekki út þennan sem sagði niggarabrandara á Kaffi Haiti. Og talaði bara náriðinu. Það voru brandararnir hans. Og fyrir það voru okkur hent út þar og Rökkvi spurði eigandann af hverju, hvort það hefði verið vegna þess að
Hyggarabrandarnir og láriðlarnir höfðu verið svona dónalegir og eigandi sagði, nei, Rökkvi mín, það var raskatið á þér. Sorry, Rökkvi. En ég ákvað að búa til fyrir því hérna svona viðígandi blöðrudýr. Ég kannski taka það fram að ég notaði hann ekki sem fyrirmynd. En þar sem að ég er töframaður og gerir töfrabrauð, þá var ég að hugsa um að taka eitt spilagjaldur líka. Ég með hérna reyndar svona spjald hérna og þetta er svona spádómur á þessu spjaldi, þannig að ég þykist vita hvað Rökkvi er búinn að draga. Meiti ég marga? Haltu hérna spjaldinu fyrir mig, svona. Rökkvi. Ég hlekkt það nút af þig. Ég er með spilastokk hérna og ég ætla að biðja að draga eitt spil. Veistu hvað eru mörg spil? Já. Hvað eru mörg? 52 held ég. Nei, vantar 2. Þetta eru bara 50. En það byrja að biðja að segja stopp fyrir mig, segja stopp einhvers þegar ég renni í gegn, 1, 2 og já, með ég renni í gegn. Hérna. Ok. Þetta er spilið sem þú valdir. Þetta er spilið hans Rökkva. Og þetta er, vil svo skemmtilegt til, spilið sem ég á búin að spá. Við ætlum að koma frá þessu verðinni. Sérðu? Við erum með hérna. Sjá. Þetta er fínu spádóm. Spilið hans Rökkva. King of Clubs. Það er þú eða ekki? Er þetta ekki spilið? Nei. Í alvöru? Hérna, sérðu það hérna meginn? Sérðu spilið einhvers staðar? Já. Og hvað er það? Þetta. Já, ég sagði það. Rökkvi, hérna drömmingi. Er það ekki? Já, ég held það ekki. Hann er alltaf ekki King of Clubs, ég kallar hann bara 11. En ég var að spá í líka, ég með hérna, að því að Rökkvi segist vera svona Asperger, að þá er svo auðvitað að sjá í gegnum svoleiðis fólk. Mér vantar smá aðstoð, einhver sem að, getur þú hjálpað mér aðeins? Já, endilega, komdu þá. Þetta er ekki erfitt. Það eina sem þú þarf að gera er að sjá gegnum Rökkvi. Komdu bara, það er bara gaman. Ef hún notar ferli. Já, þetta komdu. Heyrðu, ég er með hérna, ég er með hérna svona kúlur. Rökkvi eru 3. Já. Finnst þið það eðlilegt? Allt hérna kúlur. Stattu upp Rökkvi, við erum með sitt gott lítinn og Perla þú ert að hjálpa mér. Það setja hérna... Þarf ég þá að snáttu? Já. Breytir það nokkru, eða ekki jafn? Já, ok. Sjá, við tökum hérna þessar 3 kúlur og setjum honi í. Við erum með allt á þessum poka með 3 kúlum í og Rökkvi. Hérna er þessar 3 mismunandi kúlur honi í pokanum. Og það ég ætla að biðja þau að gera er að kíkja honi í pokan. Nei, ekki kíkja honi í pokan, settu bara hendur honi í pokan og taktu eina kúlu. Ok, þú tekur eina kúlu, ekki kíkja á hana, ekki sína perlana. Já, ég er búinn að kíkja á hana. Alltaf, ekki sína perlana. Ok. Perla. Og ég biðja þau að fara honi í þennan poka og taka sama lit og Rökkvi. Sástu kúluna? Nei. Sýndu öllum kúluna sem þú tókstu. Rökkvi, kíktu. Ok, kúluna honi í aftur. Ok, gerum aðra tilraun. Ertu tilbúin Perla? Settu hendur honi. Við sáum ekki kúluna, sko. Þið sáu ekki kúluna? Nei, við sáum ekki kúluna. Ok. Rökkvi, settu hendur honi. Settu hendur honi. Taktu eina kúlu. Bara eina kúlu. Þú ert búinn að taka eina kúlu. Ekki sína að passa Perla sjá því. Perla, taktu sömu kúlu Rökkvi. Veldu bara og sýndu öllum kúluna. Sýndu öllum kúluna. Ok, Rökkvi? Hún sér í gegn. Þú er svolítið glær. Reynum einu svona. Ok, Rökkvi, svona. Rislum. Það að ruglaðum aðeins þannig að þú takir ekki upp sömu kúlu. Veistu hvernig hún gerir þetta? Veistu hvernig hún gerir þetta? Nei. Nei? Ok, reynum einu svona Rökkvi. Settu nú hendur honi. Taktu upp eina kúlu. Ok? Og Perla, nú ætlum ég að biðja að hjálpa þú getur séð í gegn Rökkva og fundið sama lið. Ok? Rökkvi, sýndu. Veistu hvernig þið gert Rökkvi? Gæti verið allir kúluna sem hvítar. Við skulum gá. Settu hendur honi, taktu allar kúlunar. Ok, Rökkvi, það er bara svona auðvelt að sjá í gegnum þig.
Takk fyrir það. En ég ákvað svona, ég vissi ekkert hvað ég ætti að... Óps, þarna fóru gulræturnar. Ég ákvað svona, af því ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera, því ekki er ég vondur við fólk. Svo ég ákvað að gera bara eitthvað annað. Ég er að hugsa Rökkvi, ef við fáum þig hérna til þess að aðstofa mig rétt strax bara, að þú ert forritari, er það ekki? Jú. Já. Og sem forritari, hvað gerirðu þá? Ég býr til heimasíður. Ok, við skulum gera smá tilraun þá. Leikiland.is, greipustækkiland. Ok, hérna er Rökkvi minn, sérðu? Ef þú kemur hérna aðeins nær, setur hendina hér í gegn. Við þurfum ekki aðeins að hérna, ég þarf að laga tækið til takkan tilbaka. Ég ætla að fara í gegn svona. Ok, settu hendina í gegn. Það ætla að festa hana síðasta á slappið. Svona. Ok, ertu tilbúinn? Ég held það. Já. Veit kona þín að þessu? Nei. Ok, Rökkvi, það sem við að gera núna, við ætlum að saksa í gegn. Tilbúin, 1, 2 og... Þið ræði með hendina. Takk upp. Takk fyrir það. Já, ætli þetta sé ekki bara gott í bili. Aðeins að gera fyrir með að slasa Rökkva. Takk fyrir það. Rökkvi, týndur þú tippinu? Nei. Já. Og þetta er fyrst svo gerir. Þá er komið að því manni kvöldsins til að svara fyrir sig. En málið er þetta, ástæðan fyrir að Greipur hlær er vegna þess að Greipur gerði þetta allt sem engin annar fattaði að gera og eitthvað sem ég ætla að gera núna, og það er að áður en Rökkvi kemur og svarar fyrir sig, þá ætla ég að segja eitthvað næs hann. Greipur var svo einu sem fattaði það. Og það er þetta að segja margt svona huglægt gott hann. Eða það er þetta að segja margt huglægt gott hann. Ég er ekki að fara að segja það, ég er að fara að segja bara hlutlega hluti, bara staðreyndir. Og staðreyndir er svo að það er ákveðin svona bóla í gangi í uppistandi á Íslandi. Og hún hefur verið að stækka á síðustu svona 2 árum, kannski springur hún, kannski ekki, kannski mjög líklega, já hún gerir það. Og ástæðan fyrir þessu bólu er þessi maður hérna. Þannig að ef þið hafið einhvern veginn að hugsa, vá, það er allt of mikið af fokkin uppistöndurum á Íslandi, honum að kenna. En ef þið hugsið, hei, það er passlega mikið uppistöndurum á Íslandi, þá er líka honum að þakka. Þannig að þú veist, takk í því eins og það er. Á sama hátt þá, þú veist, það að segja að ástand uppistands á Íslandi sé þökk Rökkva er pínu eins og segja, þú veist, ástand fyrir að tæknin í dag sé þökk Hitlers, fattar það bara. Það er hægt að tengja þarna á milli. En maður gerir það kannski ekki. Fuck, ég ætla að segja eitthvað næs. Þú er með flott grátt hár. Rökkvi. Já, í fyrsta lagi það er satt, ég er með þátt á Útvarpi Sögu og áhrifin eru strax farin að segja til sín. Allt Íslendingar, ég bauð engum útlendingi að koma fram. En það er svolítið spestirinn með þætt Útvarpi Sögu að opna fyrir línuna, svolítið svona sérstök reynsla, bara já, góðan daginn, þetta er þátturinn Flæðiskýrið, Rökkvi. Já, hvað er þetta með þessa útlendinga sem er að taka yfir allt hérna á Íslandi? Ég vil bara tala um þessu útlendinga sem er að taka yfir allt. Vissirðu það að það er
fyrir að taka yfir allt þetta íslenska líka meira að segja. Vissirðu það að það til staðir hérna í Hafnarfirði sem heitir Íslenski rokkbarinn, en það einhver kommunisti frá Rússlandi sem rekur hann. Hvert þetta land eiginlega að fara? Ég fékk vinnu sem útvarpsmaður útvarpi söguþáttur Skræk röddina mína. Perla, takk fyrir að minna mig á það að þú ert ekki bara með flottara skegg heldur en ég, heldur líka dýpri rödd. En fyrst ætla ég að grilla þá sem að mættu ekki. Geir Ólafs. Ég náttúrulega lamdi hann síðast, þannig að... En hann hefur þessu afsökun, hann var að eignast barn. Klöppum fyrir því. Og ég svona nútíma mjúkur maður, þannig ég mjög mikið fyrir það að pappinn tæki þátt í uppeldinu. En ég vil samt segja eitt Geir Ólafs. Ég vona að það verði konan hans sem að syngur fyrir barnið. En Ólafur Freyr, það hinn gaurinn sem lítur út eins og Jesú. Það ekki Baby Jesus, það þessi fullorðni Jesus. En spes með Ólafur Freyr sko að ég núna sko out of my day job, mér var sagt quit my day job, en ég gerði það ekki, ég var bara rekin. Nei, það bara eitt sem hefur sagt quit my day job, allir hinn bara keep your day job, sko. En ég nefnir neina. Já, málið með Ólaf Freyr, hann var líka svona í dagvinnu, en ólíkt mér þá tók hann alltaf dagvinnu sína með sér í uppistandið, sko. Sem sagt, hann var barnfóstra, hann var alltaf að passa einhverja ljósara litla stelpu. Þegar hann tók með sér. Greipur var að kalla mig barnaperra áðan. Svo talar hann að hann langi að ríða kærustuna hans Ólaf Freyrs. Hver barnaperrin hérna? Hver dó? Sindri Thunderbird, sem barþjónn hérna á barnum, hann mætti ekki heldur. Hann hérna? Hljóðmaður. Já, hljóðmaður. Hann hljóðmaður. Hvað veit ég? Sindri Thunderbird, hann heitir Sindri Thunderbird af því að Sindri Thundercats var frátekinn. Einhver 13 ára strákur á Kríu.is var búinn að taka það og hótaði að berja hann og Sindri bara, sorry, Thunderbird bara. Sindri Thunderbird, ég ógeðslega sár út í Sindra Thunderbird. Ég búinn að vera eins og þau tóku fram í mörg ár að sýna á mér raskatið upp á sviði. Ég búinn að hlaupa í bóratskíl niður Laugaveginn og setja á netið, sýna mér raskatið. Sindri hefur aldrei sýnt raskat á mér neitt áhuga. Svo sé ég Facebook status hjá Sindra, þar sem að hann segir hann hafi lagt líf sitt í hættu til að káfa á rassinum á Össuri á bar 11. Vissuðu þetta? Farðu til andskotans, Sindri. Þú ömurlegur. Ég sko sár út í því öll þessi eineftara pakk sem ég búinn að ala upp hérna. Demit, sko. En já, þá komið að þeim sem eru hérna. Jonni vinn minn, Jón Víðis Törmaður. Hann eini maðurinn hérna sem var lengur piparsveinn heldur en ég. Hann var maður á 50-saldri þegar hann náði sér konu. Ég var alltaf bara, fá þér þýska konu, þú veist, fá þér útlenska konu. Heldur þetta sé menningamunur, skilur ekki hvað hann að gera, eitthvað svona, eins og ég gerði. Hann toppaði mig og fékk sér íslenska konu. Pælið í því. Ég var alveg geðveikt impressed. Þangað til að ég heyrði hvernig hann gerði þetta. Hann fékk að dáleiða hana. Já, þetta satt, hann dáleiði, hann fékk að dáleiða hana. Þetta hellingsinn á hverju kvöldi, þú Og ég veit hvað hann gerði. Regína, yfirvaraskegg eru sexy. Yfirvaraskegg vera kynþokkafull. Svo fékk hún að dáleiða hann tilbaka og hefndi sín á honum. Jonni, KFC vont á bragðið. KFC vont og sjáðu bara hvað varð hann. En veitir það eins gott og hún fékk ekki að dáleiða hann fyrst. Því þá hafði hann gert þetta. Jonni, yfirvaraskegg eru lúðaleg. Þú vilt ekki vera með yfirvaraskegg. Yfirvaraskegg eru fyrir danska svínabændur og þýska klámyndaleikara. Því að ef hún hefði gert það, þá værum við ekkert með Jonna hérna. Hann verður bara svínabót í Danmörku í þýskutímum í kvöldskóla núna. Þannig að það eins gott mál. En já, og þetta kvikindið hann Sigurður Anton sem ég ól upp í þessu og
rakkar mig svo niður og leggur mig í einelti sem ég skipulagði gagnvart sjálfum mér. Ég er ekki klár. Eins og allir vita, þá gerði Tony myndina webcam og það var synd að hann sagði mér ekkert að vera að fara að gera þessa mynd, því að ég hefði getað tekið hérna 3000 kall sem ég safnaði með uppistandinu mínu í 10 ár og borgað fyrir hérna productionið af myndina hans með þessum. En þú veist, ég ber ómælda virðingu fyrir Dona því að hann er svona eins og, þú veist, margir svona ungir draumóramenn sem að horfa kannski á bíómyndir þegar þú ungir og horfa á Citizen Kane og vilja verða, þú veist, hvað hét hann sem gerði Citizen Kane? Orson Welles, vilja vera Orson Welles, horfa á, þú veist, Hobbit og Lord of the Rings og vilja vera Peter Jackson. Hann horfði á Sömen på sengekanten og í Týrens tegn og vildi vera næstu Óli Söltoft. Og honum tókst það svona næstum því. Þið vitið, þú veist, gaurinn sem gerði dönsku sengekanten myndirnar og Stjernetæni myndirnar, þeir eru vung til að mynda. En veist því danska klámynd með sögutræði? En hérna, Dona tókst eitthvað svona næstum því. Hann gerði mynd með aðeins minna klámi og aðeins minni sögutræði. Og svo náttúrulega gerði hann þetta örugglega skémynd með því að leyfa mér að leika í henni. Og hérna, það var svolítið spes, því hann var svona, heyrðu, Rökkur búinn að leyfa mér svo oft uppstand, ég verði eiginlega að leyfa honum eitthvað. Annars rekur hann mig eins og hann er búinn að reka næstum því alla nema þessa hérna aumingja og rökkaðandari. Við erum að orgaðar út í það drama og bara, þú mátt aldrei vera með aftur og það var enga afmælisgjöf næst. En hérna, Tony vildi ekki lengi þessu, þannig að hann leiði mér að vera með. En þú veist, ég náttúrulega kann ekki að leika, þannig að hann er bara, hvað getur þið verið, þú veist? Ég geti verið gaur með Asperger sem að leiðrétti alla, bara það var ekki svolítið sko. Erðu, þú getur verið pervert sem að glápir á aðleikununa. Ég bara, já, ég er til það, ég meina, ekki ef það er Bylgja Babylons! Það var eitthvað, nei, þetta er ekki Bylgja. Og sýndi mér mynd af aðleikunum, ég bara, já, skor, ég fæ að vera að glápa á hana bara í atriði, geðveikt. Heyrðu, helvíti sturturinn, þetta er eina atriði í myndina sem hún er í fötum. Ég náði samt alveg að koma mér í karakter að vera pervert. Frekar þess. Það er þaðan sem Perla man eftir mér. Ég var gaurinn í runnanum, manstu? En ég hefði þátt að draga fyrir. Já, nákvæmlega. Hvað get ég sagt þennan vitleysingi? Hann er hálft eins gamall og ég, hann er samt með flottara skegg. Og nú tapar Perla okkur bæði. En ég verð að gera grínistanum sem á allra frægasta pappan á Íslandi. Þið veitu öll hver það er. Það er Greipur Hjaltason. Pappi hans er Hjalti Úrsus. Og eins einhverjum sem ég er eins og að grína Ítetta Púpú. Ég hef gert meira grína Hjalta pappa hans heldur en Ítetta Púpú, vera að herma eftir hann alla frasana. Og þið munið hvernig, þú veist, allir þessir strongmen-gaurar eru með svona catchphrase eins og Jón Páll var með, þú veist, þetta er ekkert mál fyrir Jón Pál. Pappan skreif frá mig hérna, ég hef engra lyfja neitt. Og hann brætti alltaf, þú veist, hann var með eitthvað lyfjapróf, ok, 90-falt venjulegt magn, bara, ég hef engra lyfja neitt. Þú ert búinn að lyfta hérna 1000 kílóum, ég hef engra lyfja neitt. En svo fættist Greipur og svona, já, ég hef kannski En hérna, Greipur er svolítið þessu jólasveinandi, þú veist, hann er eitthvað svona furðufugl sem býr upp í fjöllum einhvers staðar upp í Mosó, kemur svona vaðandi niður í bæinn, hann er 14. jólasveinninn, smitar fólk af astnalegum hlátri. Ég veit að þú ert á sviðinu. En heyrðu, ég var ekki bara lagður í einelti, ég ætla að enda þetta á þessu af því að þú sagðir að þú vildir ekki heyra Ítetta Púpú ever frá mér meir. Bara hérna, þá ætla ég að taka Ítetta Púpú. Nei, jú! Af því að ég er með Asperger, ég var með þessi greindur með Asperger af geðlækni. Þannig að hérna, já, ég ætla að taka svona spörgátt. Og ég er ekki bara lagður í einelti hérna, ég var líka skilin út undan. Það var svona roast
fyrir Jonathan Duffy og allir fengu að vera með nema ég, helvítis útlendingar. Og Jonathan Duffy ekki hérna, þannig ég ætla að enda á þessu sem örugglega engum finnst fyndið nema mér. Að taka Eat It Up Púpugurinn á Jonathan Duffy og ég ætla að posta þess á Facebooki hans á morgun. Ef þið hafið bara svona, Ef þið hafið ekki séð Eat It Up Púpú, þá eru þið aumingjar. Þeir eru bara svona furðu lostinn. Þurfum við að vera hérna fyrir það? Nei, við erum að fara. Má ég fara? Ævar ekki búinn að borða allt kvöld hérna, hann örugglega svangur í hamborgara eða eitthvað. Ekki Facebook ekki! Það mun örugglega enginn hlæja þessu, en þetta fyrir John og Duffy. Good morning, everybody. My name is Pastor Dr. Martin Semka. I am here from the National Committee Against Sodomy and Homosexuality in Comedy. We are making legislation to make sure that the comedy of Jonah Duffy never sees the light of legality in this part of the land of Iceland. I've taken time to do a little research. What Jonah Duffy does in his stage time. One other thing he do is called joke telling. Where a man's microphone is leaked like this, like ice cream. And then what happens? Then he insert a joke into the microphone all the way. And then what happens? Even laughter comes out. The audience laughter comes out. And it is so painful they have to get drunk, but they enjoy it. Another thing he do is called idiotically dressing, where he inserts his head into the anus of a swan all the way, and it goes all the way through. I mean, just look at this guy, Cecily. Look, magician. Oh, stuck up a lady sucker. This is sick and therefore deviant, and we do not want it in this part of the land of the Iceland. Ég vildi bara skilja ykkur eftir með furðusvip í kvöld. Og ef þau gerðu mig ekki nóg miklu fífli, þá gerði ég það bara sjálfur. Takk fyrir öllum fyrir að koma. Gerið konum áfram. Það voru tveir hlutir sem ég elskaði við þetta. Ég veit ekki hvort ég elskaði meira, annars vegar það að þegar hann endaði, þá bjóst það við að við höfum öll séð þetta myndband og vissi hvenær þetta endaði. Þannig að það var svona vandanlega þögn þar sem hann bjóst í klappi, þannig að fólk var bara eitthvað, þetta er búið. Eða hvort það var tímabilið þegar þú komst með gamla góða catchphrase sem er hérna, það mun engum finnast þetta fyndið nema mér. Við ætlum að enda þetta með hápunkti og það er að hann Jón Víðis ætlar að framkvæma töfrabragð. Af því að þetta var ekki nógu kjærlegt. Þetta var ekki nógu kjærlegt fyrir. Þegar maður horfir upp á þetta upp á sviði, þá vill maður toppa það. Prófa þetta. Þorru? Já, ég veit ekki. Ég elska þetta. Sko, ég var einmitt að spá í hvað þetta gerir í kvöld. Ég kom þarna með það sem maður getur höggið hendinni sundum og þetta. Ég tók, þú veist, allt það sem við konan notum ekki. Synd og skömm, má ég fá þetta lánað í kvöld? Ef þú kemst í það.
tilbúin? Ég vona það. Við setjum svo ekki frá. Ertu tilbúin? Nei. En ég veit hvað það er að gera þetta. Það er að spenna maga við hann. Ég sýnur það ekki. Ok, þá kannum við í það. Það viltu beðja fólkið að þakka fyrir eða eitthvað? Ég reyndi að minnstu kosti að vera fyndinn. Já, tökum hann það. Líður hratt. Takk fyrir það. Röpa fagna. Takk fyrir okkur.